Komið sæl, í dag hefur verið hæg breytileg átt á landinu og allvíða léttskýjað en þokuloft var við norðurströndina og inn á fjörðum norðan til framan af degi en síðdegis tók að létta þar til einnig. Og tunglmyndin sem hér er sýnd er frá hádegi í dag þegar var bjartviðri víðast hvar á landinu en þokan sést hér inn til dala og inn á fjörðum norðan til. En hjá okkur er það hæðasvæði sem er yfir landinu og hér suður af landinu eru tvær lægðir og til morguns þá færast þessar lægðir heldur nær okkur en hæðin verður áfram smám saman að minnka yfir landinu þannig að seinnipartinn á morgun og annað kvöld má gera ráð fyrir því að það fari heldur að þykna upp frá þessari lægð við suðvesturströndina og má gera ráð fyrir þeirri úrkomu þar á föstudaginn. Og á hitasviðinu þá er að sjá að það er tiltölulega hlýtt loft hjá okkur. Hitinn komst hæst í 22 stig rúmlega á Hjarðarlandi í Biskupstungum í dag en fór í 16 stig í Reykjavík og síðastliðna nótt fór hitinn leggst niður í tæp 3 stig á Þingvöllum. Og næstu nótt má gera ráð fyrir því að það gæti orðið eitthvað kaldara eða alveg niður undir frostmark víða inn til landsins norðan og austan til. Og ef við skoðum hér úrkomu, skýjahulu og vind næsta sólarhringinn þá verður víða bjartviðri hér norðan og austan til þannig að það gæti orðið talsverð útgeislun frá landinu og hitinn fari niður undir frostmark þar en annar staðar verður hæg breytileg átt og skýja með köflum hér sunnan og vestan til og hádegi á morgun má gera ráð fyrir að staðan verði þessu lík, fremur róleg breytileg átt á landinu og sólríkt mestallt norðan og austanvert landið og hitinn svona frá 12 og upp í 18-19 stig, líkur á þokubökkum við norðvesturströndina en skýja með köflum hér sunnan og vestan til en gæti þó eitthvað sést til sólar þar líka. Og svo þróunin fram til föstudags er svo að það verður áfram skýja með köflum hér sunnan og vestan til, brotnar eitthvað upp tíma, annað kvöld og aðra nótt en aðfaranótt föstudags og á föstudagsmorgun koma skil hér upp að landinu, vindur verður þá vaxandi og það þyknar upp og það má reikna með úrkomu mestallt sunnan og vestanvert landið fram eftir degi á föstudegi en áfram þurrt og bjart bæði norðan og austan til á landinu. Og það verður tiltölulega hlýtt hjá okkur og hitinn gæti komið í 20 stig norðaustanlands. En heldur svalara hér sunnan og vestan til. Og svo eftir hádegi á föstudag þá ganga skilin inn á land og trosna smám saman þannig að það dregur bæði úr vindi og úrkomu og á laugardagsmorgun er reiknað með að verði aftur komið nýtt úrkomusvæði inn að vestanverðurlandinu og það verður strekkingsvindur eitthvað fram eftir degi á laugardag en hádegi er reiknað með að staðan verði á þessa leið suðaustlæg átt hér sunnan og vestan til en hæg breytileg átt bæði norðan og austan til og áfram tiltölulega hlýtt hjá okkur. Einhver væta með köflum allra vestast en hvort að það nær meira inn á land en hér er sýnt verður við að horfa á og skoða þegar nær dregur. Og svo á sunnudag er útlit fyrir svipaða stöðu áfram, suðaustlæg átt, strekkingsvindur við suðvesturströndina en þurrt og bjart norðaustan til og hiti allvíða frá svona 14 og upp í 20 stig. Og ef við skoðum hér önnur lönd í Evrópu þá má sjá að það er talsvert skúraleiðingar við vesturströnd Noregs. Eins er gert ráð fyrir því að það verði skúrir í Helsingi á morgun en sólríkt hér miðálfuna, skúraleiðingar einnig hér í kringum Alpana en sólríkt suðaustan til og á Íberíuskaga er útlit fyrir að verði skúraveður norðan til og til að mynda í Barcelona en þurrt og bjart víða í Portúgal. Og á Kanaríeyjum er gert ráð fyrir sólríku veðri og hlýtt á morgun. Og í Norður-Ameríku er að sjá að það verður hæðasvæði hér við vötnin miklu en fellibylurinn Erin er komin hér út á sjó og er reiknað með að hann verði annarstigs fellibylur á morgun og minnkar svo smám saman en vestan til í álfunni er reiknað með að verði nokkuð sólríkt og þurrt. Og hjá okkur er útlitur að verði hæg breytileg átt á morgun, sólríkt norðaustan til en skýja með köflum suðvestan til. Verið þið sæl.